virðast flestir vera heilir og hvað með Pétur Illi sem situr eftir með sárt ennið. Bíllinn í kássu hjá honum. En núna eiga allir bílarnir að vera að koma sér fyrir aftan þennan öryggisbíl. Og við erum komin í kappinn aftur. Heyrðu, Árni Fannar í fyrsta. Sjá hvað kom fyrir Bjarka. Árekstur, mega árekstur. Við verðum að skoða þetta aftur. Heiðar Benediktsson betur aftan á. Og hann gerði að taka fram úr. Hliðina bara til bílnum. Það er Gunnar Karl Vignisson sem tekur sigurinn á þessu. Fáránlega vel gert. Já, fagnaðu drengur. Fagnaðu bara. Gerðu það. Við erum farin að stað. Þetta betur. Gunnar Karl búinn að stinga af hérna með frábæra forystu. Þetta er hart barist 5. sætið, nei 4. sætið fyrirgefi. Og hann tekur. Þeir eru nálægur þarna. Það verður einhver snerting. Það verður einhver snerting. Það var að Heiðar í 3. Hákon eftir sér. Bjarki Viðar þar. Við aftan. Pétur Illi inn í síðasta chikanið. Nær undan Aron Fíbar. Nei, Pétur, sjáuð Aron. Vel gert hjá drengnum. Stílíkur akstur hjá þessum trefum. Pétur stingur hér innri. Aron missir afturendan en nær að bjarga þessu svona heifstarlega vel. Heiðar Benediktsson stuttu eftir hennum Jesper Sandpálsen. En það er ekki það er aftur á. En þá erum við komin undir öryggisbíl. Þetta hristir upp í keppninni. Heldur betur og við fáum með þéttan hóp aftur. Allir komnir nálægt gröðurum aftur sem er skemmtilegt að mörgu leyti. Hákon stingur sér þetta utan á Þórhall en Bíbast þetta líka og Hákon komið fram úr. Hákon í öðru sæti. Gunnar Karl steytist inn beinakaflan. Í bílnum þetta bara. Það er þetta klassíska.
Það spenna hér. Pétur Illugi. Hvað gerist hér? Stefán kom með svart flagg. Þetta hefur verið síðan skiptið sem að Stefán mátti fara út af. Þarna kemur hann er uppi pittvegginn, almennilegur. Kannan með þetta. Það er spennandi að sjá hvað gerist. Pétur Illugi, turbogölturinn, þriðja augnablikinu, en hvað gerist hérna? Sjáu þið starti hjá turbogöltinum. Pétur Illugi er rosalega start og hver er það? Bara í vegginn. Gunnar Karl. Er þetta Gunnar Karl? Þetta er Gunnar Karl sem hlynur niður listan okkar hérna. Sjáu þið það flug á bílum hérna. Viktor Böðar sem kom með kjötbölluflaggið, Andri Mari sem kom með kjötbölluflaggið, þetta þýðir að þeir séu skemmtir. En hvergi minna en 400 millisekúndur í net. Gunnar Karl mættur. Heldur betur. Það komast nær. Það er að láta frá okkur skila. Þetta var bara jaðraði við að vera dónalegt, sko. Þetta var svak. Æ, Rúnar snýr. Hér er Fenrir Ponsi og Andri Maris í öskrandi baráttu. Árekstur! Þórhallur að koma sér fram úr turbókettinum eða hvað, nær hann að læsa sinni net. Nei, það byttur við var snerting. Talsett betri hraða en nú. Það sjáu þið hvað mikil drulla þarna í brautinni. Vá! Nei! Eyjólfur snýr! Snerti andran. Nei, hvað gerist hérna fyrir framann? Hvað var að gerast? Þetta er Alexander. Það er öryggisbíll. 20 keppendur sem hófu keppni, það eru 19 keppendur eftir. Það skiptir miklu máli að ná góðu starti. Og hann er farin af stað, sýnist mér, já.
Turbo-göttur næstu búinn að missa einhvern fram úr sér. Þetta líka bara þetta allstaðar í dekka að horfa á. Þetta Hákon, kemur hérna og smókar á báða. Þvílíkt vel gert. Þannig fór það að Gunnar Karl tók sigurinn í þessu þriðja skipti sem hann sigrar keppni hjá okkur. Annað sæti Bjarki, liðsfélagans. Þeir eru Aðalbón Racing Team og tóku 1 og 2 hérna. Þeir eru að keyra hérna glansandi flottirum. Við erum komin á stað, það situr einhverjinn eftir. Og Gunnar Karl kominn upp í fyrsta sætið. Búm! Hann var ekki lengi að þessu. Ó nei, og hér baráttan. Bjarki Viðar Birgisson í síðustu keppni. Hann kominn upp í þriða. En hann keyrir hérna út af þvertið við malagröfina. Og Aron kominn aftur upp. Sigurgeir komið fram úr Aroni Breka. En Aron Breki með kjölsói og það Bjarki reyndar líka. Stefán Freyr var í einhverjum hamagangi. Snerkir andra. Þeir bara saman alveg í klessu, já. Hákon 700-600 millisekundum eftir honum Gunnar Karl. Getur Hákon nýtt sér þetta? Já, hann allavega nær en nokkuð sinnum áður þegar þeir koma inn að beinakaflanum. Það ræsar þetta. Hákon nær frábæri ræsingu hérna. Hér eru 2 bílflugur að tróða sér líka og hér eru 3 saman í gegnum beina. Gunnar Karl að eista og þetta heldur betur þétt hérna. Gunnar Karl þrýstist niður. Hvað gerðist hér? Hér kaos, hér klessa. Hér meira kapastur í gangi. Og það Sigurgeir sem fer utan í Aron Breka. Hér Sigur Jón. Hún lendi í gröðu, það allt í kaos. Full course yellow. Full course yellow. Hér öryggisbílinn eins og sjáðu þið vel úti. Hér Haraldsson Geitin sjálf. Hér öryggisbílinn. Nei, hér snerting. Hér ykkur snerting.
Þetta gerir Patrikur mistök og Dylan Fisher hengir sig utan á honum, næri ekki að hanga nógu vel utan á honum en hann er ennþá með pressun á honum. Gunnar Karl er að koma sér fram úr en Dylan Fisher er með innri línuna inn í næstu beygju. Hann hangir á því. Gunnar missir afturendan, farinn út. Kominn á fleygiferð fram úr æpandi ferð en hvað gerir Patrikur? Stingur sér aftur innri, tekur sætið sitt tilbaka. Þvílíkt, geggjuð braut, hver vissi að Fuji væri best? Fær Gunnar Karl hanga í draftinu. Stefán Freyr búinn að snúa sér. Já, það er Gunnar Karl sem heldur hraðasta hringnum eins og staðan er núna. Sjáum Dylan Fisher fara yfir línuna, taka sigurinn. Fyrstu keppninni sem hann tekur þátt í. Gunnar Karl rétt hér á eftir honum og í þriðja sæti Þórhallur Ingi Jónsson. Velkomin í beina útsendingu. Eitt Aron Óskarsson, slökknaði bara alveg á tónlistinni. Já, slökknaði bara alveg á tónlistinni. Svona líka, við getum ekki heilt í mér á tveimur stöðum, það gengur ekki sé að heyri sjálfum mér á Discord og í gegnum mikrofónum minn, það gengur ekki. Komið sæl og blessuð og verið velkomin í þráðbeina útsendingu frá GT Akademíunni. Ég heiti Aron Óskarsson og þið eruð að horfa á þráðbeina útsendingu. Eins og ég var að segja áðan, en það bergmálaði eflaust, svo ég hafði nú ekki heyrt bergmálið en ég sé það inn á skjánum að það var eitthvað rugl í gangi. Það var eitthvað rugl í gangi, maður. Herðu, tónlistin er ennþá að lækka ansi mikið. Meikar þetta eitthvað sens, kæra fólk? Er þetta bara í ruglinu eða hvað er að gerast? Það er að gera soundcheck.
Næja, það alltaf hana tónlistin búinn og það bergmálið búið og þetta ætti að vera allt í topplægi núna. Já, heyrist að vera... Jæja, nú get ég loksins fengið mér smá einbeitingu af því sem að ég á að vera að gera hérna. Tímatakarnir sætt byrjuð hjá okkur. Tímatakarnir byrjuð hjá okkur, kæra fólk. Hér vantar Hákon Jökulsson inn í deildina hjá okkur, inn í keppnina og ég hef búinn að fá skilabóð frá hann í góðu lagi, heilsusfarslega séð. Það kom bara smá upp sem hann þurfti að rjúka í og getur því miður ekki komið hérna og keppt með okkur í kvöld. Ég veit að hann Gunnar Karl sem var hérna á hraðasta hring áttur að sakna hans mikið. Hann búinn að segja mér það að hann ætlaði að pakka saman hérna í dag. Hann var algjörlega búinn að útskýra það fyrir mér að það væri hans markmið hér í dag. Við skellum upp hérna tímatöflunni góðu. Við erum að fylgjast með Arni Brega hérna bomba upp á rúsbrautina. Gullfallega bíflugubíl sínum. Hér komin annar keppandi sem að tilkynnti sig veikan á hann en hérna mættur samt. Þannig að ef það var einhver ræðileg mistök hjá honum þá var það að því hann veikur. Hann komið með smá afsökun. En það engin afsökun fyrir því að klæsa á Fenrir. En hann svo sem ekki búinn að vera mikið í því að keyra á annað fólk. Fenrir hefur komið mér á óvart hérna með að stinga sér allt inn upp og vera komið bara í 4. og 3. sæti hérna. Og upp úr 7. og 8. sæti. Þannig að við getum búist við hverju sem frá honum Fenrir hér í kvöld. Sigurgeir Lúðvíksson við 3. sæti. Karl Þóroddsson mættur hér í 4. sæti. Kóngurinn sjálfur, kíkjum á þess að kallinn. Þetta hann langflottastur. Team Older than Alonso. Liðið, það vantar hinn keppandan. Jesperinn okkar. Alexander Hauksson. Hann búinn að vera að setja fáránlega flotta tíma. Liðsmaður hans Hákons sem að mun ekki mæta þetta með okkur í kvöld. Hér Fenrir. Þetta Gunnar Karl. Team Aðalbón konum með nýtt livery. Bigfoot hérna, Rúpes, Aðalbón merkingar, virkilega flotti strákarnir. Hér Stefán Freyr mættur, McLaurin Racing. Myndalamaðurinn eitthvað drukkinn. Hér Turbo Göltur. Iðulega með flott livery þessi drengir. Það engin breyting á því hér. Þetta nú gamalt livery samt. En það gæti verið hans í upptekinu með að búið til livery fyrir eitthvað allt annað. Það gæti verið. En þeir fá þá bara að sína þetta livery enn aftur. Þetta er geggja livery. Þeir kunna þetta strákarnir. Här Aron Breki, hérna hann. Arnar Frakt, BJ, vinnuvélar og Hera, 85 hér að sponsa hana dreng. Ásamt foreldrum. Hér Sigurgeir Lúðvíksson. Spurning, hvað liðsmaður hans? Hér komið nýtt livery á Ingvar Jón. Hælir. Hérna Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistari sjálfur, varamaður fyrir Sleggjudaritt í dag. Þetta ræðileg myndavél. Og keyrir hérna fyrir Viktor Böðarsson í dag. Hann var keppt í þetta með okkur síðast og stóð sér frábærlega. Er að koma inn núna þessari keppni líka sem varamaður fyrir. Hann var að keyra fyrir AH Racing núna fyrir Sleggjunar.
Kemur þetta inn sem varamaður bara svona til þess að fylla upp í sætin sem hann vantar í. Skellum okkur inn yfir á Most Exciting. Sjáum hvort að tímatablan var nú að segja okkur eitthvað skemmtilegt. Það sem að gerast, skellum þetta trackmappinu upp. Svona sko. Þetta glæsilegt, stórgott. Áfram Gunnar komin í chatið. Áfram Gunnar, já, hann kom eitt pepp á Gunnar. Við erum með Hinrik Haraldsson sem öryggisbíl hér í kvöld. Hann hérna staðsettur í pittinum. Þessi mynd er ræðileg. Til þess að sína hann. Anna. Það var flott skot. Og svona fallegu hljóði. Það situr Hinrik mjög spakur, sjáu þið, þetta skugginn á honum hana. Jájá. Þetta skuggi sem fylgir honum Hinrik alltaf. Hefur gert ára aldir. Þetta getur verið dálítið óþægilegt þegar maður er umgangast hann mikið. Þessi skuggi alveg bara, hann kemur og fer. Kemur og fer, sko. Gunnar Karl sem að er í fyrsta Alexander Hauksson að koma sér upp í 5. sætið. Virkilega vel gert það. Alexander okkar. Já, ég sé að nafni mitt er að pompa þetta upp eitthvað. Twitch overlay hér. Game overlay. Halló? Er það farið núna? Já. Förum aðeins yfir stöðuna í mótinu. Nei, við gerum það á milli keppnanna á eftir. Það er það sem við ætlum að gera. Slökum aðeins alveg. Hákon Jökulsson er ekki í dag og það breytir ansi miklu fyrir Stíðanas Hákons. Hákon er í öðru sæti, einungis 6 stigum og undan honum Þórhall Inga sem að er mættur hér í dag. Við taka 4. sæti af Alexander. Alexander tæpur hana. Top 9 komnir í 1.52. Og aðeins aðalbón drengirnir sem eru komnir í 1.51. Þvílíkur hraði sem er á þessum drengjum. Sigurgeir Lúðvíksson reyndar hérna rétt á eftir þeim með 1.52.0. Þannig að hann stutt í þá. Mjög stutt í hann Patrik 0.061 millisekundar. Það er bara ekki neitt. Skellum okkar hans inn í bíl hjá honum Gunnari Karl og það er akkurat þá sem að Gunnar Karl ætlar að stoppa. Fara inn í pit vantilega. Kemur sér svo aftur út. Það er það sem er grunaði. Aron Breki Valgeirsson að koma sér upp í annað sætið með 1.51.937. Virkilega vel gert hjá Aroni Breka.
Uss. Þetta var tæft. Þetta var tæft og ekki akkurat aksturi sem við viljum sjá í tímatöku hjá okkur. Það verður að segjast. Í tímatöku þurfum allir að fá sitt pláss til þess að búa til að keyra sína rauðu ringi og þarna voru fullt af keppendum í kringum Aron Breka og hann kaus að skera þvert yfir brautina. Ekki alveg... eins og það á að gera það, skulum við segja. Sigurgeir Lúðvíksson hérna í 4. sæti, Þórhallur Ingi í 5. Það er búið sparka honum Alexander í 7. sæti. Þeir eru hérna ofan í kröðurum, Alexander á eftir Karli Þórhallssoni sem er einmitt hringu undan. Alexander víkur bara út á braut, fyrir að hætta þessu rugli að reyna að keyra í kappakstri að reyna á góðum ring. Stefán Freyr hérna. Virðist vera á hröðum ring, allavega samkvæmt tímatölunni minni sem hefur reyndar oft haft rangt fyrir sér. Þá er Gunnar Karl komin út, skulum sittast okkur að þessu bíl hjá honum og fylgjast með drengnum. Það sjáum við hvernig hann tók ekstra vítt þarna út. Þetta þess að á að vera hraði hringurinn hans. Þetta hringurinn sem hann ætlar að negla. Það fer maður ekstra vítt þarna út til þess að fá meiri svæði til þess að gefa í og hefur vikið aðeins lengri kafla hérna til þess að taka fyrsta kaflan. Þá getur hann tekið flatt át. Gegnum að rúsbeina. Vola mikið vindljóð. Eitthvað að gera í þessum vindljóðum. Þetta dauðan kött á mikrofóninn. Það veit ekki allir hvað þetta þýðir. Það kallast dauð köttur, svona dead cat. Svona loðið drasl sem situr á mikrofóninn. Jæja, allavega. Gunnar Karl í fyrsta sæti að Sigurgeir Lúðvíksson kom sér upp í annað sætið á meðan ég var að ná mér í drikk. Virkilega vel gert hjá Sigurgeir. Komin í 1.51.8. Spurning hvað Aron Breki nær að svara þessu eitthvað. Aron Breki virðist vera á hörku tíma þetta núna. Af því sem ég er að sjá. Og hér er Þórhallur, komið yfir línuna. Og hvað gerir Þórhallur? Tekur síðustu beyguna. Nei. Og slepp. Ok. Hér gæti Gunnar Karl verið að setja betri tíma.
Þeir hafa allir farin í 1.49, þannig þeir vita allir að þeir komast þangað. Þeir bara ekki að ná að komast þangað núna. Alexander Hauksson hér koma inn að síðustu beyjunni. Við mútum að sjá talsvert af þessari síðustu beyju núna næstu 2 mínútur. Við erum að horfa á keppendur koma í áttina línu og klára. Það Alexander að bæta tíma sinn. Já, heldur betur, komin upp í 4. sætið. 1.51.9. Náða að slefa sér undir 1.52. Það gerir Sigurgeir. Samkvæmt tímatöflunni hann að bæta sig gríðarlega mikið. 1.51.7 náði ekki að bæta sig þarna. Jú, byttu, víst bætti hann sig. Aron Breki og Þórhallur hérna fyrir framann. Rétt Henrik, það minna en sekunda sem skilur að topp 10. Það Gunnar Karl. Gunnar Karl Vignisson sem tekur sigurinn á þetta. Svo staðan allavega. Já, það 2 mínútur í lokinu, akkurat. Hlir og leir, öndum bara. Það Patrikur sem mun vera næstur yfir línuna. Og möguleika að bæta tíma sér hérna. Þó ekki mikið sem það mun vera. Aron Breki komin inn í pit, Alexander Hauksson komin inn í pit. Hér það Patrikur að fara að koma yfir línuna. Nær Patrikur að hoppa upp listan eitthvað. Já, Patrikur Magnússon komin í 3. sætið. Örfáum millisekundum eftir honum Sigurgeir Lúðvíksson sem sjálfur hann 4.000 úr sekundu á eftir honum. Gunnar Karl. Vá! 4, það 6. Okkur stendur 4 inn á töflunni hjá mér. Mjög spes. Aja. Þórli, það allir búnir með tíma sína. Það enginn að keyra meira. Jú, víst. Það bara myndaðlega vín sig á föstu á gröðru. Hér Karl og hér Gunnlaugur. Sjáum Gunnlaugur fara yfir línuna fyrst. Hann fyrir bara inn í pit. En Karl ætlar að keyra, hann á hring. Nei, Karl að koma sér upp sæti hérna á allra síðasta hringnum. Nepp, hann stoppar. Snar hemlar. Gunnlaugur, ég að keyra inn í pitin. Fyrir að fæða sér vassopa. Hér engir fleiri bílar út í braut. Tímatökunni formlega lokið mitt kæra fólk. Þó svo hún haldi áfram að tikka. Það engin bíl að fara út. Sound check, sound check, sound check. Allt í góðu þér. Já, þá tímatökunni okkar að lokið hér í dag. Kíkjum niðurstöðun á tímatökunum með Gunnar Karl Vignisson og Sigurgeir Lúðvíksson,
Gunnar Karl Vignisson, Sigurgeir Lúðvíksson og Patrik Magnússon sem taka fyrsta, annað og þriðja. Þar á eftir kemur Aron Breki, Alexander Hauksson, Þórhallur Ingi Jónsson, Karl Þórodsen, Fenrir Þór Söndursson og Gunnlaugur Ásgrímsson, Pétur Illi Einarsson. Þetta er allir með mjög svipað tíma. Eins og við sjáum að top 6 er með 1.51 og það munur einungis 200 millisekundar þar á og svo erum við bara kominir upp í smáttir þar viðbútt og það er ansi þétt setið. Það er 60 millisekundar þar á milli. Og sjáum svo 1.5 og listan fara. Ef ég reyna að sýna ykkur stíin þá eru þau eflaust eitthvað vitlaus eða ekki. Jójó, þeir snúma eitthvað mjög skringilega og eitthvað. Veit ekki hvað þetta er. Ég reyndi svona 50 sinnum að laga þetta á hann. Gerðu það. Ég skil ekki. Skil ekki á hvernig það fór í klessu. Það er alltaf mynda Hákon þarna og Hákon er ekkert í fyrsta sæti sko. Það er alveg á hreinu. Það er ekkert svoleiðis. Alls ekki. Það er hann Gunnar Karl Vignisson sem er í fyrsta sætinu. Hann er með 246 stig, svona nokkuð öruggur í þessari keppni að vinna. Sérstaklega sem hann Hákon er ekki nógu nálægt honum. Og er ekki hérna í dag ef að Gunnar Karl hefði keyrt út af bara eða verið í 9. sæti þá hefði þetta kannski gengið fyrir hann. Og svaka spenna þetta milli þessara tveggja drengja og Gunnar Karl var búinn að segja öllum hérna að hann ætlaði að pakka Hákoni saman inn í dag en svo bara því miður kom eitthvað upp á Hákon þannig að við fáum ekki að sjá þann draum hans gerast. Það var slæmt start þegar við kepptum það síðast og við erum að búast við að það verði aðeins meiri. Það var slæmt start í síðustu keppni hjá okkur líka og líka þegar tókum hérna pröfukeppni á þessari braut fyrir ári síðan. Þannig að vonandi verður þetta bara tamið og rólegt hér í dag. Það er allavega vonin. Aðalbón mun vinna þessa liðakeppni í þessari braut. Bara hér, keppni 9, þá er Aðalbón búið að negla það inni. Þeir munu sigra þetta. Svo lengi sem þeir tap ekki með meira en 14 stigum minna en bíflugurnar. Bíflugurnar eru búin að vera ansi sterkar. Ég geti myndið skellt því upp á skjáin fyrir ykkur. Bíflugurnar eru með 310 stig sko. Mótið 396 stigum hjá Aðalbón Racing. Þannig að ef það vel gengur í Arneberg og Þórill Inga og illa hjá Gunnari Karl og Patrik þá er ekki öll von úti og sama má segja AH Racing þrátt fyrir að þeir séu náttúrulega ekki með hann Hákon Jökulsson með sér í liði í dag sem er helviti slaft. Þá eiga ennþá sjens með síðustu keppninni að halda þessu sæti en Turbogölturinn er hart á eftir þeim þetta, stutt frá og er eflaust að fara að taka framúrum hérna eftir þessa keppni. Það kemur allavega mjög líklegt. En við skulum poppa þetta upp griddin okkar góða og fáum að sjá Gunnar Karl Vignisson hér í fyrsta sæti. Hann tekur pólinn átta fyrir okkur. Svo Sigurgeir Lúðvíksson sem tekur annað sætið. Fullfallir bílarnir hjá þessum drengjum. Sjáum munin. Það munar engu á þessum tímum hjá þessum drengjum. Patrik Magnússon í þriðja sætinu og Aron Breki Valgeirsson tekur fjórða sætið. Hér er Alexander Hauksson í 5. sæti og Þórhallur Ingi Jónsson í 6. sætinu. Karl Þórodsen, velkomin aftur. Þetta er í 7. sæti með okkur. Einungis hálfri sekúndu frá hröðustu mönnum, hefur ekki mætt lengi til okkar. Kemur svo bara keyrir og er hálfri sekúndu frá restinni, eða frá toppmönnunum. Það er mjög vel gert í tímatökunni hjá okkur. Gunnlaugur Ásgrímsson sömuleiðis hérna, hann er ekki einu sinni sekúndu eftir hröðustu mönnum og hann er bara rallystrákur. Nýbyrjar að fytta í ærising. Pétur Illi Einarsson í 10. sæti. Stefán Freyr Margrétarsson í 11. sæti. Sigurjón Páll Helgason síðan í Turbogölturinn í 12. sæti. Ingvi Jón tekur 13. sætið. Og svo er ég, GTA.race, útsending. Ég er í 15. sæti. Number 33, baby!
Ég ekkert búinn að vera að tala neitt. Ég ekki neitt, ég bara búinn að vera ít á takkana hérna. Ég var búinn að tala fáránlega mikið, sko. Ég er búinn að tala rosalega mikið kæra fólk. Þetta svo leiðilegt, sko. Svo leiðilegt þessi mistök gerast. Svona þetta maður, ég stiga taflan á skjánum og svo þetta, og ekki bara byrja þess að keppni upp á nýtt þetta, bara sem við getum orðað á, þetta alveg agalegt. Ríkalegt, sko, ég búinn að vera á full, ég sveittur að lýsa þetta, sko, ég að leka af mér, ég búinn að vera æpandi og öskrandi svo mikið, búinn að vera svo fáránlega spennandi. Það tókst að minna mig á stigatöfluna, en það tók ekki eftir að það heyrist ekkert í mér. Jesús, jæja, áfram gakk og, þá kom eitthvað brjálæðislegt hyggst, leiði í sára gakk. Hérna bara þetta í gangi, Patrikur að tróða sér fram úr, eða nærna halda í, hvað að gerast? Já, býtum við, þegar hann nánast kostaði snerting, það snerting þeir eru heilir, wow, hvað gerðist? Þetta var rosalegt, þetta var svakalegt þarna, sem betur fyrir heyrist eitthvað í, var ég á mute? Svona, ég var alveg svakalega mikið á mute, ég búinn að vera þetta á fullu að tala, þessar 5 hringir sem búinn að vera í gangi, ég lekur af mér svitin þetta úr spennur. Ég bara þetta, ég get ekki, ég svo svektur, bara við getum ekki verið að fókusa á það, þið heyrðuð bara ekki í mér áfram gakk. Fenrir Þór kominn ofan í Stuðarnes, splitterinn á honum, Patriki hér, hörku spennandi barátta hér fjórða, Fenrir fær einhvern aftan á sig. Hver fór aftan á Fenrir? Hvað gerðist? Hvað gerðist? Það Aron Breki sem snertir á honum þarna aðeins. Aron Breki hérna nálgast alveg á flegiferð. Fer svo bara aftan á hann. Öryggisbíll á leiðinni út. Öryggisbíll á leiðinni út. Það öryggisbíll. Það öryggisbíll. Út með öryggisbílinn. Fenrir kom með kjötbóluflaggi á sig. Guð mig góð, spennandi hérna, mitt kæra fólk, nú skulum við fara og við förum aftur þetta á race startið, þetta var eitt rosalasta start, svo ég með rugli í gangi hérna, þetta var alltaf agalegt, jæja, endursýning á startinu hérna. Hvað allir bílarnir? Þarna. Það sjáum við race start. Sjáum við Sigurgeir nær hörku ræsingu hérna, hoppar fram úr Gunnari Karl. Sjáum við það svaðalega ræsingur, haugur að bíli með það, allir í klessu ofan í hver öðrum. Sigurgeir nær frábæri starti og rönni þetta niður. Rús nær að búið til fínasta bil. Aron Breki, Þórhallur á flegi ferða eftir þeim og Patrikur í 4. sæti. Fenrir Þór í 5. þarna. Það frábæri ræsingu sjálfur. Hringaður bíla mega að hringa sig. Förum við aftur yfir á 1. sæti. Já, þarna var hann kominn fram úr. Við ætlum að sjá það. Það kom inn skilaboð frá dómunum. Það drive-thru refsing á Aron Breka. Sjáu þarna kemur Gunnar Karl nær að sníkla sér fram úr. Pressar Sigurgeir út.
Sigurgeir þetta komið með Aron Breka í hælan á sér. Að narta í hælan á sér, eins og maður segir. Við erum að horfa á startið fyrir ykkur sem voruð að tjúna inn. Þá erum við að horfa hérna á bara reysingunni hjá okkur. Endursýningur á henni. Skilega flottu kappur sem var ekki inn í byrjun. Gunnar Karl með Sigurgeir núna á hælunum ennþá. Næra hrista hann aðeins frá sér samt. Sýnist mér á pit unitun okkar hann uppi að Fenrir sem komin út úr pittinum og þá komin aftast í röðina á endanlega eða á leiðinni þangað. Já, það eru 40 sekundur í hann, 30 sekundur í hann aftast í röðina. Það styttist í að við förum aftur að keyra kappastur hérna. Og meðan skulum við bara horfa á fyrstu hringina í keppnin okkar. Við erum að koma þetta inn á hring 2. Er það ekki rétt hjá þér? Jú. Og hérna reynir Sigurgeir aftur. Hangir vel í Gunnari Karli hérna. Og þetta er Patrikur í 5. sæti. Patrikur er núna komin upp í 4. sæti. Býðum við bara eftir skilabóðum frá keppnisstjórn. Ég Sigurgeir hérna. Sigurgeir treður sér inn. Aron Breki hérna fyrir aftan að kíkja. Sigurgeir þarf að víkja hérna frá. Gunnar Karl grjótharður. Það er ekki að sleppa þessu frá sér. Skulum við kíkja hérna á byrjunna á öryggisbílaröðin okkar, hvað hefur að kalla þetta? Gunnleifur Ásgeirsson er að koma sér aftast í röðina. Er þetta í síðustu beyjunni. Það er bara 30 sekundur í að hann nái restina af hópnum. Þessum annars gullfallega hópi sem við sjáum hér. Gunnar Karl leiðir þessa keppni, sjáuð hann er með fánana hann á hliðinni. Æjæ, við þurfum að sjá þetta betur. Myndæluna takk, snúa eitthvað réttu megin. Hinn, þessi, hérna. Ekkert af þessu. Hérna, getum við gert eitthvað svona. Fly on the wings of love. Sjáu þessa kameru vinnu hérna. Er það að tjekka þessa kameru vinnu? Fer inn í þessum hring. Gunnar Karl, sjáu þið glerið, aðalbón. Æjá, hér er búið að merkja bíluna skina vel. Gunnar Karl Vignisson stendur hérna á bílnum. Já, maður tekið drive-thru eftir að öryggisbíllinn fer inn. Drive-thru refsingin. Og myndu, þú ætti ekki að stoppa í pittinum, bara keyra í gegn ef þetta þjónusta refsingu. Þess má ég alveg gera núna? Eftir að öryggisbíllinn kemur inn. Já. Já, rétt, það er rétt. Gunnleifur Ásgeirsson kominn hérna aftastur eftir áreksturinn áðan. Hann keyrði aftan á Stefán. Stútaði framvegnum sínum. Mögulega hefur nú eitthvað annað komið fyrir hann fyrst hann er alveg aftastur núna því hann er fyrir aftan Fenrir sem var verið að stúta núna rétt á hann. Aron Breki greið er í 12. sæti eins og er. Og það er að fara inn í pit og taka út sína refsingu. Það er að keyra bara í gegnum pitinn.
Var ég á mute áðan, maður? Þetta alveg agalegt hvað ég var mikið á mute áðan. Það var svo rosalega mikið á mute, sko. Það bara, það hefur enginn verið svona mikið á mute áður. Herru, við erum að nálgast síðustu beygina. Öryggisbíllinn bara stungið af einhvert. Ég held að það sé komin tími til þess að skella sér upp í þyrluskrattan eða vil bara fara í blimpin hérna svo við sjáum nú þessa ræsingu hjá drengnum. Fallegu rununa af bílum sem eru á eftir þeim. Gunnar Karl hristir það af sér þetta í startinu. Algjörlega hristir það frá sér. Já, þá festust við á öryggisbílum og þarna Patrikur að reyna að koma sér fram úr. Og nær hann að halda því, nei. Þórhallur nær að koma sér á meiri hraða þarna út. Sjökanlegri Þórhallur náldi. Nær að halda þessu. Karl Þórhallsson í 5. sæti. Og hvað að gerast hér? Patrikur að ná að koma sér fram úr? Nei, hann við... Jú, víst, nei, það snerting! Það snerting! Patrikur og... Þórhallur lenda hérna saman. Auðvitað var ekki Aron. Karl... Ha? Bitrum við? Já, auðvitað. Auðvitað hérna. Hérna kemur Kalli framhjá. Skautandi. Ég veit ekki okkur, ég var svona hissa á þessu. Hörðu, þetta var eitthvað annað að ske. Hvað var að gera þarna? Þetta Sigurjón. Sigurjón keyrir á Fenrir, þetta ekki Fenrir? Nei, þetta Stefán. Stefán er með brotið framdekk og að tjasla druslunni sinni í gegnum bílinn. Öryggisbíl, þú veist, á sama hringi. Þetta hrikalegt. Gunnar Karl í 1. sætinu nokkuð öruggur. Sigurgeir í öðru, Karl Þórhallsson í 3. og Alexander Hauksson komin í 4. sæti. Pétur Illugi Turbogöldur 5. Það Aron og Sigurjón komin inn í pit. Patrikur í 7. sæti. Búin að vera bröðsölu keppni. Yngvi Jón komin upp í 7. sæti og hér sjáum við Aron Breka dundra sér inn í pit. Öryggisbíll á leiðin út aftur. Aftur. Aron Breki og Stefán sem fara fram úr öryggisbíl. Tökum við öryggisbíl. Öryggisbíll komin út aftur. Það hvað? Það var Eyjólfur að koma aftur fyrir mig. Til upplýsingar þá eru nettöflanir hjá Kallá. Já, aftur fórst fram úr. Það er bara Sigurjón, sko. Það er komin út annar öryggisbíll. Það er komin út annar öryggisbíll. Hérna eru drengjar að taka bara. Ég veit ekki, hann fór fram með allt hérna. Já, hann líka það. Hvað sagði það? Var einhver að reyna að tala við mig? Held ekki.
Það er tengivandræði hjá mér. Já, þú ert að datta inn og út mjög mikið. Þetta er mjög mikið út. Já, datt út í alveg 15 sek eða eitthvað rétt á. Já, bara hálfur hringur sem var sátt ekki í þig. Já, eitthvað svoleiðis. Svona já, það er eitthvað spjall í gangi. Toppsættin sitja svona hjá okkur núna. Það er Gunnar Karl sem er í fyrsta seti. Það er Sigurgeir Lúðvíksson sem er í öðru seti. Hvað er þriðja? Hérna, Alexander Hauksson er í þriðja setinu. Já, Yngvi hefði svona fram á sér. Pétur Illugi fjórða seti. Patrikur Magnússon í fimmta setinu. Ingu Jón sjötta. Fenrir komin í sjöunda. Það er ekki hægt að reysa með Karl svona sko því miður. Já, er eitthvað sem er í reglunum sem segir þetta, eitthvað svoleiðis. Það er náttúrulega leiðilegt að missa hann, en sko, mér verður það sem vilst vil við þennan sko. Já, Kalla hoppa inn og út. Ég mun taka Karl út ef þetta er á stans, sko. Þú ert meira úti heldur en inni. Já. Kalli er farin út. Kalli er farin. Ég er svona pínu þess að við séum svona að reyna að fá hann bendan og leik eins og F1 dræfurar í alvörunni. Já, bara svo að það komið fram þá bara er það alls ekki þannig. Við viljum 100%. Það er alveg ómögulegt. Bara stór hættulegt. Það er nefnilega þetta svo. Já. Bara það er ykkar vegna, ég er ekki stöðut því sem ég keyri áfram. Ég rýttaði þetta. Karl tók þetta bara á sig. Hann ætlar ekki að hoppa til út alla braut. Það getur verið afar úþægilegt. Keyri kringum bíl sem er að birtast og hverfa og birtast hér og þar í brautinni og ég vil hoppa til. Árunlega leiðilegt að missa legendiðan Karl Þórodsen hér en það verður að viðurkennast, það er líka hægt að hafa þetta svona. Hoppandi til og frá. En hér er öryggisbílar okkar, Hinrik Haraldsson, langt fremstur. Hvernig er staðan á öryggisbílnum? Ekki launin. Það er 1 punkur í viðbót. Það þarf aðeins að laga hérna einhverja armgóparriðir og svona. Það er ekki verið að sópa á brautina? Jú, það er að klárast. Öryggisbíllinn fer inn í loftsveitarhring. Nú er hér Karl, komin aftur út á braut. Ekki veit ég hvernig hann fór að laga interneti hjá sér, en hann virðist ekkert vera að hoppa til og flökta þetta hjá mér núna allavega. Kannski fór hann bara og sagði við börnin og konuna bara hættið að nota interneti. Kannski. Það vil að litna við hjá mér. Það vil að reyna að ná okkur. Ef þetta byrjar aftur þá fer ég strax út. Við látum við vita að við byrja að blika eitthvað. Já, algjörlega. Það er að koma fram úr hérna eða þriðji, held ég. Það verður ekki að hleypa honum aftur í saman stæti. Já, þú lítið einhverju nett vandamál, allt í hennu byttist tilbaka mig. Það er inn í mér. Var hann ekki fjórða þetta? Var hann ekki fjórða? Keppendur, gætu þið hleypt honum Nei! Karli Þórodsen aftur í 3. eða 4. seti? Oh my god! Þetta var ekki gott! Brunir sko alveg það. Æ.
Fenrir fór að hita dekkin á sama tíma. Shit, sorry. Það var allt í lagi. Það kom alltaf dálítið hratt. Það var kannski vissu ekki af þessu. Góð keppni annars. Öryggisbíllinn fer inn í þessu hring. What? Kalli hann þá á leiðinni? Það klástu upp einhvern veginn með Kalli og Fenrir. Og lentu þá í árekstri, þannig að ég úti núna. Þannig að ég segi bara góða keppni fyrir alla hina. Já, svona fór svo sjóferð þá. Það bara rólegt hérna hjá okkur á Spa, kæra fólk. Við erum bara að taka þér róla, við erum á rúndinum hér. Við erum bara að sína bílana, það sem okkur langa helst að gera. Og var það ekki hérna meginn á bílum sem að ég gæti fengið að sjá einhverja fána eitthvað, var það ekki hér? Komdu svo, það er neðst niðri á bílnum, sjáuði fánana. Þetta eru löndin sem hann hefur sigrað í þessari keppni hjá okkur. Gunnar Karl Vignisson fyrir Aðalbón Racing Team. Við erum komin í grænt. Ekki kaos start hérna. Alexander Hauksson er í 3. sæti. Hvað er að gerast þetta neðar? Býttu nú hér í bíll í hakki. Yngvi Jón. Hvað kom fyrir Yngva Jón? Hann missir bara afturenda. Nei. Hann er bara eitthvað skakkur. Bíllinn hans. Hann hefur bara ekki vita af því fyrir núna. Live. Býttu nú við. Sigurgeir Lúðvíksson hérna á hörkusprettinum eftir hann Alexander Hauksson. Hér. Aron Breki komin upp í 7. sætið. Sjáu þess að drengir að sleikja sandinn hérna. Það er að nýta alla brautina. Gunnar Karl náði góðu starti, hægði verulega vel á hópnum, þannig að hópurinn átti mjög erfitt með að koma sér í gegnum fyrstu beyguna saman án þess að taka fram úr hverju öðrum. En það mátti reyna ýmislegt hjá þeim. Nú spurningin, nær Sigurgeir að veiða Gunnar Karl inn eða mun að missa hann eitthvað aðeins meira frá sér. Allavega er hérna Aron Breki í hörku baratónu. Gunnlaug. Gunnlaugur lokar ekki innri, kannski er það því að hann veit að Aron Breki mun ekki reyna þetta. Gunnar Karl setur þetta hraðasta hring. Hann var einnig búinn að segja það við mig að hröðustu hringitir yrðu sennilega settir eftir öryggisbílinn. Hér er Aron Breki að stinga sér á innri, nær að halda því, en Gunnlaugur er með meiri hraða væntanlega hérna út. Nei, hann er seinni á pjatalan og Aron Breki nær að koma sér fram úr, eða hvað? Þeir eru fara saman í gegnum Ærús. Tæpt var það. Hendum okkur inn í bíl. Og Aron Breki núna. Og hér er... Hvað? Okkur geti ekki snúið myndaðalinu minni. Þarna... Það eru 3 ofan ykkur öðrum. Þórhallur Ingi er að stinga sér fram úr báðum með þeir berjast. Gulli snýr. Gunnlaugur snýst. Missir afturendan algjörlega sjálfur og Aron Breki heldur sætinu. En Þórhallur Ingi liðsfélagans en hins vegar komir fram úr. Virkilega flottur kapastur hér fyrir okkur. Juicy gaman að þessu. Gunnlaugur hins vegar komin í 9. sæti. Og við missum hann úr þessari gífurlega spennandi baráttu sem var þarna. Patrikur 8. sæti, 2 sekúndum eftir honum Sigurjón. Ætla ég að búast við því að Patrikur ætla að vinna sig eitthvað upp listan. Hann er verulega hraður ökumaður. Og fekk á sig refsingu áðan að mér skjáttist ekki fyrir snertingu þarna.
fekk þessi drefs, ég held að vera hann, Patrekur Magnússon sem fekk þessi snertingu, þetta var hann inn í fekk þessi refsingu eftir snertingu. Það var að fara inn í pit, býtum við, hér komið með tilkynningu annan árekstur. Nei, þetta bara þegar Gunnlaugur misti afturendan sinn algjörlega sjálfur. Þetta Ingo Jón með afturendan sinn í klessu. Hvað kom fyrir Ingo Jón og hvenær það gerðist, það eitthvað sem við vitum ekki. Sigurgeir Lúðvíksson er ennþá á höttunum eftir hann komin 1,5 sekúndu eftir. Gunnar kallar aðeins hann á að stakka bilið. Baráttan þriðja sæti hins ennþá grjóthörð. Sorry Sunna mín, ég var bara að sjá kommentið frá þið núna. Núna það komið í næsta hana líka. Það bara fór ekki betur en þetta. Við ætlum bara að fara að fylgjast með Alexander Hauksson. Hann það 600 millisekundum frá honum Pétur Illuga. Ég ætla að gefa hann það, hann sé að fara að sækja á hann bara. Sleipur hana. Það ekki að passa sig og hitta ekki dekkin og fara vel með þetta allt saman. Við Fenrir komast upp í 11. sæti. Jæja, þú ert að lagga mjög mikið. Eyjólfur að lagga sín já, hann með hvarfið á skjánum með mér. Alexander kominn algjörlega í afturendan honum Pétur Illuga sem í 3. sæti og Alexander mögulega að fara að ná sér í fyrsta pólinn, púltið sitt. Fyrsta... Hvað segir hann? Hvað heitir topp 3? Verðlaunapallinn, já, hann loksins að fara að koma sér á verðlaunapall eins og hann á skilið. Herðu, Patrekur. En við skulum hoppa inn í bíl hjá Alexander sem núna á geggjaðri ferð hérna á leiðinni. Ó, nei, ég misti fjölsturíkuna! Nei! Nei. Ok. Ó, guð mig góð, þetta var óþægilegt maður. Herðu, jæja. Hvað gerðist? Alexander ekki komið fram úr, Patrekur komið fram úr. Hvað Patrekur? Patrekur komið fram úr, já. Það má fá að sjá endursýningu af því. Ég ætla ekki að missa tökinn á þessari fjastyrikita núna. Gefið Patrekur inn þennan kapla. Ó, þá datt bara út internetið. Já, þess vegna hyggst þetta hjá mér. Ég skil. Já, allavega. Vel gert hjá Patrik. Komin hérna vel og örugglega fram úr. Alexander er ennþá í hörku sóknin. Hann hins vegar komin með Aron Breka. Nei, Þórhall fyrirgefi. Algjörlega ofan í sig. Þetta Þórhallur að reyna aðeins á innri, allan að sína sig, sleppir því svo hægir á sér inn. Það er eiginlega bara ein hröð lína inn í gegn. Komið, búin að hérna Aron Breki, rétt fyrir aftan. Það var bara átt að neta milli þessara 3. sætið. Alexander Hauksson ætlar að stinga sér hér. Kominn innri. Raun og veru kominn fram úr. Og sjáu þið bílfluguna beint fyrir aftan. Reynir allt. Hann reynir hérna að skera sér innan á hann. Og vera þá með innri línuna hér. Þvílík bara. Jöttuduss. Vel gert. Virkilega vel gert.
Pétur Illu ver sitt sæti eins og hershöfðingi. Með Alexander og Þórhall Inga á höttunum á eftir sér. Og Aron Breki hérna rétt fyrir aftan og nálgast. Baráttunum þriðja sætið hefur held ég aldrei verið harðari. Helmingurinn af keppninni búinn. Alexander fyrir víkt út í sandinn og Þórhallur Ingi komin upp í 4. sætið. Býttu nú við, Aron Breki komið fram og Alexander líka. Nær að nappa af honum sætinu þarna. Patrikur hér á flegi ferða eftir drengjunum. Búinn að minnka bilið úr einhverjum 6 sekúndum niður í 1,5 sekúndu rétt rúmlega. En helsta baráttan okkar hér. Þórhallur Ingi núna með draftið á Pétur Illu. Þeir koma þetta upp á Rouge. Hann að nota overtakeið sitt? Ekki, jú, hann á því. Þórhallur Ingi komið fram úr. Tvö sæti hérna á einum hring hjá honum. Já, jú, einum hring. Þetta er svo sem 1,5 en einum hring. Þannig að Þórhallur situr núna í 3. sæti með Pétur Illu, Aron Breka, Alexander Hauksson og Patrik á eftir sér. Alexander að fara aðeins og vítt hana. Þá er Patrik komin ofan í splitterinn á honum. Diffuser heitir þetta víst. Hvað gerir hann Patrikur hér? Hendir sér upp að hliðina á honum. Þetta er ekki þægileg beygja til að taka fram úr en saman fara þeir í gegn. Patrikur nær að halda sér inn á og nær að koma sér fram úr Alexander. Bremsar Alexander setna, nær Alexander að underkött hann eitthvað. Nei. Patrikur grimmur heldur honum fyrir aftan sig. Kíkjum á Aron Breka með rétt fyrir aftan á Pétur Illu. Já, svona pódium er sko útlenska nafnið. Ég vil fá íslenska nafnið yfir þetta sko. Verðlauna pallur. Það er íslenska. Sjáuð Aron Breka. Nær hann að komast þér þetta fram úr. Er hann komið fram úr? Opp, þetta vil stakki Aron minn. Hvað er bíllinn? Þarna er hann. Hann er kominn fram úr. Aron Breki kominn upp í 4. sætið og höttunum að eftir liðsfélaga sínum Þórhall Inga. Pétur Illu í turbogölturinn er ekki bara að sleppa honum samt. En hérna rétt fyrir aftan er Patrikur Magnússon á leiðinni kæru vinnir og hann er með allt overtekið sitt eftir. Og Alexander hangir í honum hérna. Hinn turbogölturinn fylgist með. Við hendum okkur hérna yfir á Pétur Illu sem er að elta Aron Breka. Ég fengi okkur einhverja mynda eða eitthvað. Svona. Nei, ekki þessa. Ekki þessa. Þetta er eitthvað. Prófum þetta. Já, Pétur ætlar hann að reyna eitthvað. Patrikur ætlar hann að reyna eitthvað. Ó, hann gerir sér ekki greið fyrir að Patrikur stingur sér inn. Hann svo sem þetta. Hann er ekki með framendan sinn við miðjan bílinn, svo hann á ekki kannski endilega rétt á þessu. Svo ég hafa nú bara séð í smá stund.
En hvað gerir Patrikur hér? Hangir á eftir honum, allir skítu brautin. Patrikur nær svakalega flottu rönni hérna út og er komið með overtake í gang. Byrjar að bústa. Nær Pétur Illi og svarar honum eitthvað hérna fyrir beyguna eða hvað gerist? Bremsar. Smá snerting. Smáægileg snerting hér. Tæpir drengindir hérna í gegn. Virkilega tæpir. Nei, heyrðu, það vantar nefið á Patrik. Það vantar nefið á Patrik eftir þessa snertingu og Alexander Hauksson er komin upp í 7. sæti sitt aftur. Hér er Sigurjón Helgason að snúa. Kemur sér aftur inn á braut. Ég heyrði í bíl vera að koma og hugsaði með mér, hvað er að fara að gerast? Gunnlaugur Ásgrímsson rétt sleppur hérna frá. Sigurjón snýr. Hvað gerir Patrikur núna með engan framvæng? Þetta er ekki góð braut til þess að vera ekki með neitt framvæng. Það var annað en þegar Aron Breki var á Long Beach brautinni og það er talsvert þægilegra að vera ekki með framvæng þar. Í þessum hröðu beyjum hérna þarftu framvæng til þess að fá aðeins meira að gripa framann. Eyjólfur er með svart flagg hérna og er að koma sér inn í pit til þess að hreinsa það af sér. Hann fær þetta er mögulega út af incidentum. Nei, eru bara 10. Patrik er hérna að koma sér inn í pit. Þá er það Gunnlaugur sem hann er að stela sætina á honum. Patrik er að falla hérna niður í allavega 9. sæti, 10. sæti. Hann loksist nær að lenda sér inn í pit. Stefán Freyr nær að hirða á honum sætið. Fenrir nær því einnig. Þetta sjáum við Patrik vera að koma sér aftur á stað. Það er bara gríðarlegum tíma á þessu. Þó hann sé með fast repair. Ég held að sé með eigi bara 1 fast repair eftir. Þannig að Patrik er komin í baráttuna við hann Fenrir. Ég er ennþá að hugsa að það hafi ekki verið hljóð bara fyrstu 2 og 3 hringina. Ég er ennþá að hugsa það. Það er ennþá að bemma mig út. Aron Breki kom með kjötbólu. Aron Breki komin með kjötbóluflagg. Missir hérna bílinn alveg sjálfur. Endar á veggnum. Komin niður í 11. sæti. Já. Lætur sig hverfa hérna bara inn í pit. En áfram heldur nú kapaksturinn, þetta er ekki búið ennþá. Patrikur í 10. sætinu sínu. Peipur sekundum eftir honum Fenrir. Gunnar Karl Vignisson er að leiða þessa keppni eins og svo oft áður. Hefur nú leitt keppnir hjá okkur. Hann er með besta tímarind í dag líka og mun fá 1 auka stig fyrir það. Ok, með heilum 5 sekundum undan honum Sigurgeir. Sem er þó ekki langt í burtu sínilega, en það er samt 5 sekundur. Sem aðskilja þessa drengi. Þórhallur Ingi Jónsson, bífluga komin upp í 3. Pétur Illi í 4. sætinu. Alexander Hauksson í 5. Gunnlaugur Ásgrímsson, rallykongur. 7. sætinu. Hér Aron Breki greið ennþá að láta að laga bílinn sinn. Það er verið að draga bílinn hans í pitinn. Já,
kjötbollur eru yfirleitt ekki slæmar sko, en í iRacing viltu alls ekki fá kjötbollur. Eru gullitaðar spynnurnar aftan? Hvernig gáttu þið gert spynnurnar aftan gullitaðar? Þetta eru öxlarnir. Já, sæll, vel gert. Veit ég hvernig ég gerði þetta, drengir? Ég get kveikt á einhverju svona og svona, getur við séð einhvers konar trackmap af því sem að betur við að gera þarna. Jú, kjötbollan þýðir það að maður þarf að hypja sig inn í pit því að bíllinn í skralli og ef maður fer ekki inn í pit þá fær maður refsingu frá iRacing fyrir að keyra á handónýndu bíl. Kíkjum aðeins á meistara Gunnar Karl Number 22. Hann nú búinn að nota eitthvað af overtakinu sínu. Já, það myndi ykkur að svipa reglur í iRacing, í Formúlu 1, þar sem að það getur fengið skipin frá keppnisstjóra bara að koma sér inn í pit. Það er eitthvað svoleiðis. Setjum við bara á most exciting kamerurnar og látum iRacing sjá það, skiptum fyrir okkur á einhverju stöfi. Það lítur allt út fyrir það að Aðalbón muni vinna liðakeppnina í deildinni. Þeir mega ekki tapa meira en 14 stigum á bíflugunar. Svo staðan núna er ein bíflugan í 11. sæti og einn Aðalbónarinn er í 10. sæti. Ég meina, svo er í 1. og 3. Þannig að eins og staðan núna er Aðalbón með eitthvað fleiri stigum en þó ekki það mikið að ég held að munum ekki 14 stigum. Hvað þess að þetta er Sigurgeir að ná honum Aroni Breka hérna. Það er ekki rétt með. Jó. Ringa Aron Breka. Hann kom sér í vandræðina á hann. Takk að jó. Sweet. Patrikur í öskraröta 1,5 sekúnda núna í í Jan Fenrir Ponsi. Patrikur í öskraröta svo. Ó, Patrikur grimmur þetta við körpið. Þeir byrja að skemmi ekki bílinn sinn. Vel að skemma fjörununa
splitter með því að keyra svona harkalega á körbin. Það þóla nú ýmislegt þessi bílar en ekki mikið af þessu. Þetta nú við. Öryggisbíll á leiðinni út, Allir Það er hægja á sér og engar framúrtökur leiða. Það er öryggisbíll, kæra fólk. Ég verð að segja, ég er ekki að hata það. Fenrir að sækja á Stefán og Alexander Hauksson. Það hefði nú kannski mögulega eitthvað spennandi gerst í þessari braut en þar sem að Aron Breki, Eyjólfur, Yngvi Jón mega fara fram úr öryggisbíl. Á eftir. Hringu eftir. Það hefur greinilega verið talið öruggara að hleypa hér. Það setja öryggisbíl og hef ég bara nánast keppni aftur. Það eru örfá hringir. Já, heyrðu, vá, kæra fólk. Þetta verða 3 hardcore hringir. Turbo Wizard. Hann ekki sáttur við hann öryggisbíl. Alls ekki sáttur við hann. Við getum tekið bara svona 6-5 hringa reis. Það væri geggjað. Það væri geggjað. Það án gríns svona pæling fyrir næsta season að hafa bara heats. Það hafa bara svona heat 1, heat 2 og heat 3 eða þú veist feature race eða svoleiðis. Þetta enginn út samt en hafa bara mörg race. Það væri skemmtilegt. Gefa svo bara stig fyrir hver einustu keppni sem keyrið er. Jú, Aron Breki má fara fram úr öryggisbíl. Það væri alveg ágætis pæling að hafa þetta bara sem. Þá getum við líka létt okkur lífið með þennan öryggisbíl. Það myndi minnka vandræðin okkar talsvert. Upprunalega var þessi keppni, þetta mót bara sett saman svolítið eins og formúlukeppni en upp á áhorf að gera það bara skemmtilegra að fá held ég 3 keppnir. Ég myndi bara halda fá 3 20 mínútur keppnir eða 3 20 mínútur keppnir eða 15 og svo 30 eitthvað svona. Ég held að það væri bara talsvert skemmtilegri partur. Eina við það að það alltaf ákveðin pása þarna á milli en jú, og svo flækir þetta stigapælingarnar hjá mér en það allt í lagi, ég sendi þetta bara upp í ykkur og forðið því. Þetta vinna fyrir mig. Nú spurning, hvað langt í Aron Breki og þá ekki mikil hraði á öryggisbílnum, hann bara rétt á að ná 100 km hraða, tæplega meira þess að þeir eru 80, svona 90 km hraða. Já, náttúrulega fyrstu öryggisbílarnir komu út af því það voru árekstrar í brautinni, sko. Þannig að hinir öryggisbílarnir voru bara vel legit samkvæmt öllum reglum sem í þessu og svoleiðis. Þeir eru bara settir út einfallega vegna þess. Svo núna, til dæmis í síðustu keppni, þá voru við með 4 keppendur sem voru hringa eftir og þeir voru að eyðileggja svolítið fyrir þeim sem voru fremstir. Og í staðinn fyrir það hefði verið bara best fyrir okkur að setja út öryggisbíl, þétta hópinn og hefja aftur keppni í staðinn fyrir að treysta á það að 4 fremstu ökumennirnir gætu farið fram úr 5 öftustu á öruggan máta allir ofan í hver öðrum. Það var þarna á Fuji-brautinni þegar við keyrðum þar. Það var fullt af vesinni sem gerðist. Enginn sem var ósanngjarnt að keyra. Það bara erfitt að hleypa fram úr sér þegar þú ert sjálfur í baráttu í 7. og 8. sætinu. Það eru bílar í 1. og 2. sæti að koma nálægtir. Það var erfitt einhvern veginn að finna sér góðan stað til þess að hleypa fram úr án þess að tapa miklum tíma á bílinn sem að þú ert að reynda ekki berjast við. En í staðinn fyrir það þá bara settur út öryggisbíl. Jafnar hópinn, þéttir allt saman og við fáum grimman kappastur hérna síðustu hringina. Þetta sem var að fá 5 hringi. Öryggisbílinn fyrir inn, hann fyrir inn á næsta hring. Fyrir stopp þarna.
allur. Öryggisbíll fer inn í þessum hring. Það er allavega öruggt. Öryggisbíllinn fer inn á þessum hring. Vel. Og hæja hérna mönnum. Einhver að hita dekkin sín. Ætla Gunnar Karl ekki að gera hérna í fyrsta setinu. Hann er slakur. Svona að læra það að hann vill kæla dekkin sín ef eitthvað. Eða svo virðist allan að vera. Það er Sigurgeir hérna beintur aftan hann. Öðru sæti. Með hauga sponsorum. Allt saman alvöru sponsorar. Þú lofa ykkur því. Þórhallur Ingi hérna í 3. setinu. Þetta verða allan spennandi hringir sem að verða ekkert í þetta smá stund. Ég geti lofað ykkur. Geitinn hérna á öryggisbílnum. (27) Þannig að við fáum 3 hringi af kapastri. Öryggisbíll á leiðinni inn. Okkur upp í þyrlana. Lækkum aðeins þyrlana niður. Erðu þið, passa að klessa ekki á skiltið maður. Jesus, þessi þyrluflug maður, stór hættulegur. Skulum við fylgjast með. Skulum við, hvað kom fyrir Aron Breki? Aron Breki fá svart flagg. Og Patrikur að fá kjötbólu á sig. Hann er komin á staðan, Gunnar. Þyrlan er á fleygiferð eftir honum. Þeir komast inn allir öryggir í gegn. Gunnar Karl heldur sinni forystu. Hann kann að taka þessar endurræsingar og stinga af í startinu. Þetta eru liðsfélagar Stefán Freyr í 8. sæti með Fenrir Pons á eftir sér.
Hér eru hinir tveir liðsfélagarnir. Gunnar Karl. Sigurgeir beint fyrir aftan sig. Það er núna hristan af sér enn einu sinni. Það er eitthvað sem segir mér að hann sé ekki stressaði með það. Hann er búinn að æfa sig stíft fyrir Spa. Ætlaði að taka vel á honum Hákonina sem hann þurfti síðan að víkja frá. Getur ekki tekið keppnin í dag. Því miður. Það hefði verið geggjað að sjá þess að tvo berjast hérna á Spa. Eftir æfingarnar sem eru búin að vera í gangi hjá þeim. Enn og aftur er Gunnar Karl bara að ná að slíta sig þokkalega vel frá. Gunnlaugur aðeins að kíkja á kunnulega slóðir, var í mölin aðeins. En það rallymeistari. Og hér eru liðsfélagarnir bara í sin eigin baráttu. Og hér er Patrikur. Team Aðalbón Racing í 13. sæti. Eftir að, ég veit ekki, hann var með svart flagg á hann. Kjötbóluflagg. Ég veit ekki hvað hann tókst að gera. Þannig við var keyrt aftan á hann hana. Hann virðist keyri í dekki á honum en samt ekki. Herðu, ég þarf að fara live. Þetta er ekki live. Alexander Hauksson. Sjá drenginn. Sjá drenginn, þetta ætla ég ekki að missa. Kemur þetta á fleyferð upp Rouge. Og kemur sér fram úr. Virkilega flott. Heldur sér á innri. Pétur Illugi reynir allt sem hann getur og allt sem hann er inni hérna, en það dugar ekki til. Og Alexander er komin fram úr í 4. sæti með drenginn. Það er rétt fyrir aftan Gunnlaugur. Sigurgeir í 3. Sigurgeir í 3. sæti og Þórhallur er komin fram úr líka. Þórhallur gerði nákvæmlega sama og Alexander gerði, rétt á undan því sem Alexander gerði. Hann tekur ytri á Sigurgeir. Nær að komast þetta fram úr. Nær að læsa það inni. Og hér er, býttu nú við, hörku barátta hérna. Gunnlaugur að koma sér fram úr. Pétur Illugi að missa eitthvað dampir hérna eftir endurræsinguna. Býttu nú við, Aron Breki. Stefán Freyr komin inn í pit. Sigurgeir að koma sér aftur upp í annað sætið. Það er brjáluð barátta hérna. Það er upp Rouge. Hann er bara nánast búinn að ná honum á leiðinu bara beint upp. Og þetta fyrir framan er bara Gunnar Karl rétt fyrir framan. Hann er ekki langt í burtu þrátt fyrir þessi barátta beint fyrir aftan hann. Sjáuði Gunnlaug. Láttu Alexander í frið. Ekki skemma þetta fyrir honum. Ekki skemma þetta fyrir Alexander. Please, hann á það skili. Árekstur í Rouge. Stefán Freyr og Eyjólfur, lenda hérna harkalega saman. Hér er Sigurjón. Taka fram úr liðsfélaga sínum. Gera þetta nokkuð styrtilega og hérna beint fyrir framan okkur. Nei, hinn áttin Aron.
Alexander og Gunnlaugur þuklaði þarna á spoilernu á honum. Alexander, það bara hefði ekki getað verið. Þetta öryggisbíllinn. Það var 5 hérna, Pétur Illu og Sigurjón Helgason ennþá í hörkubaráttu og við erum komin á síðasta hring. Gunnar Karl, geitin sjálf, í fyrsta sætinu og er búinn að mynda frábært bíl. Hérna beint fyrir aftan hann hörkukappakstur og það Þórhallur Ingi sem í brjálari sókn á Sigurgeir og nær Þórhallur að koma. Já, hann kominn fram úr eins og staðan akkurat núna. Nær hann að halda þessu. Upp og sí, já, hann nær að halda þessu. Sigurgeir búinn að missa Þórhall fram úr sér. Baráttan á annað sæti hér. Alexander Hauksson 4 sekúndum eftir þeim, þannig að hann á ekki mikið séns í það þriðja sæti nema að koma eitthvað fyrir hjá þessum tveim. En við skulum vona að staðan verði nú ekki svoleiðis. Alexander með þokkalega pressu, hann með Gunnlaug beint fyrir aftan sig. Býttu nú við, eitthvað meiri krass að gerast. Stefán Margrétarsson að krassa eitthvað. Við erum á síðasta hring. Þessi öryggisbílar gott comedy, tekur tilbaka svona. Þetta hressir upp á keppnina. Hér Sigurgeir að koma inn í síðustu beygju, hann ætlar að reyna eitthvað. Já, hann ætlar að reyna eitthvað. Nær hann að halda þessu. Hvað gerist? Hann fyrir hans út af. Nær að pressa og hvað? Við erum að taka seinasta kaflan. Rásröðan. Já, Þórhallur Ingi nær að halda öðru sætinu. Rétt svo. Og hraðasta hring setur Gunnar Karl á allra síðasta hringnum og tekur fyrsta sætið. Virkilega flottur kappasturinn í blá endan fyrir okkur sem heima sittum. Geggjadæmi. En það Gunnar Karl sem búinn að tryggja sér sigurinn í Formúlu 1-deildinni. Nei, ekki Formúlu 1, Formúlu-deildinni á Íslandi. Virkilega vel gert. Tekur hérna smá fagnaðarspól. En við skulum hoppa þetta yfir á þriðja sæti sem Sigurgeir Lúðvíksson. Alexander Hauksson tekur 4. sæti til hamingju með það, minn kæri. Gunnlaugur Ásgrímsson, rallymeistarinn sjálfur í 5. sæti. Svo Pétur Illu Einarsson sem í 7. sætinu. Sigurjón Páll Helgason í 7. sæti. Svo Fenrir Þór Söndursson Ponsi sem tekur 8. sætið. 9. sæti Yngvi Jón. Svo Aron Breki sem í 10. sæti. Patrikur náði ekki að vinna sig upp í keppninu eftir ýmisleiðindi og situr í 11. sæti. Eyjólfur Jónsson í 12. sæti. Stefán Freyr, einnig búinn að lenda í allskis krassi og vesenni hérna. Situr í 13. sæti fyrir vikið. Það Gunnar Karl og hér Patrikur komið við samhliðunum. Þeir taka hérna sigur aksturinn sinn. Keyra hér prýðilega saman. Já, maður slöknaði bara á óleifurröðinu. Já, það bara allt í lagi. Gerum svona. Viljum þetta lag. Gunnar Karl Vignisson sem tekur sigurinn hér. Kæra fólk, ekki í fyrsta skipti, ekki í síðasta skipti heldur. Ja, kannski það ein keppni eftir en ég býst við fleiri sigurum hjá Gunnar Karli hér í öllum deildum sem við munum fara í. Frábær ökumaður, frábær akstur hjá honum hérna í dag. Okkur var okkur upp í pitti út og bröð. Áætla einmitt keppendur taka Gunnar Karl, Þórhallur Ingi og Sigurgeir ætla að raða sér hérna fyrir okkur ykkur upp og sýningu hvað að fallega bíla.
Nú ef ég sýn ykkur niðurstöðurnar. Besta ring tekur Gunnar Karl, náðu að komast inn í 1.50,5. Það er svaðalega fínn tími. Enginn komst nálægt því að fara niður 1.50 í dag. Það er ekki með sigurinn og geggja að fæta það mellum mín og Sigurgeirs. Þetta var alveg að gera það. Ég náði þeim aldrei. Ég náði aldrei að sjá það. Svo fór það bara. Svo fór það. Herðu, ef ég myndi nú hafa náð að laga þetta á hann, þá gæti ég sýnt ykkur stíginn. En það er ekki hægt. Það gengur ekki upp. Það gengur bara alls ekki upp. En stíginn sem þið sjáu hins vegar á skjánum eru rétt stíg, sko. En þeir eru bara ekki í réttri röð, eins og kannski er augljóst. Það er Gunnar Karl sem er að leiða þessa keppni. Það er á eftir honum. Já, það er spurning. Er Þórhallur ekki kominn fram úr? Jú, Þórhallur er kominn upp í annað sætið. Það er Hákon Darri sem myndi þá vera kominn niður í 3. Bjarki er kominn lengst niður listan. Og Sigurgeir Lúðvíksson er kominn upp í 4. sætið. Mikið þetta réttu eftir í Pétur Illi 162 stig. Það er mjög ruglandi að horfa á þessu töflu þarna. En ég ætla bara að taka hana burt. Hægt að reyna að sýna ykkur hana. Hákon er ekkert sigurverðin eða neitt, þannig að þetta bara meikar ekkert sens. Ekkert af þessu meikar sens. Sleppum þessu bara. Fyrir ykkur sem langar að skoða stíginn ykkur betur, þá getið þið farið inn á gta.is og séð stíginn þar. Ég er að setja stíginn inn á vefsíðuna bara einmitt fyrir bingo. Það getið séð niðurstöðunar úr þessari keppni og öllum fyrir keppnum hjá okkur. Stöðun eins og hún er í mótinu nú þegar. Og ég sé ykkur aftur hér eftir 2 vikur. Það ætlum að taka Interlagos, fyrirgefið. Það ætlum að taka Interlagos keppnina sem er brautina, sem er einu mínu uppáhaldsbrautum. Mér hlakkar mjög til að sjá hvað gerist þar. Það eru margir staðir það til að taka fram úr. Margar leiðir til þess að valda vandræðum. Þannig að það verður spennandi að sjá það. Gerir ég eitthvað fleira alltaf? Ég ger vanalega eitthvað fleira þegar ekki áður en ég fer. Hvað er núna? Takk fyrir að horfa á okkur. Takk fyrir að fylgjast með og hafa gaman að þessu. Bara sé ykkur næst. Þangað til. Hafið það stórfenglegt. Verið bless.